þá kem ég af þessu gamla orði dyggð, að það þykir ekkert voðalega kannski sniðugt orð, dyggð. Það virkar til einhver sem jafnvel svona skýrlífið eitthvað slíkt, en dyggð til dæmis þegar við erum að koma á, eða vestræn stjórnskipun þegar henni er komið á 18. öld, til dæmis eins og í Bandaríkjunum, að þá var forsenda þess að fara frá konungsveldi yfir í lýðveldi, að við gætum stjórnað okkur sjálf, væri svo að við værum dyggðug. Og það ekki hægt að tala um frelsi eða réttindi nema að það fari saman líka ábyrgð. Og það í raun og veru, við erum núna að fara út úr þessu hrunsferli og við eigum langan veg fram fyrir höndum. Og þess vegna segi ég, mannréttindi eru ekki abstrakt hugtök, þau skipta okkur, þau eru kjarninn í okkar tilvist. Það ekkert minna. Finnst þér að forseti hafi hlutverk við að innleiða þessi gildi sem að þú nefndir og komið upp úr þjóðfundum? Já, mér finnst það svo mikilvægt einmitt núna. Ég var bara að hugsa það á leiðinni hingað í bílnum. Að þá fór ég að hugsa, og að því að maður stöðugt þegar við tölum hvernig getur þú komið nýja sína á þetta embætti, að ég stöðugt líka bara að taka þátt í þessari kosningabaráttu að mynda mér sterkari skoðun á mikilvægi þessa embættis. Og það sagt, forsetinn á ekki að blanda sér í stjórnmál. En forsetinn ekki fulltrúi ríkisstjórnarflokkan eingöngu, hann líka fulltrúi stjórnarandstöðunar, hann fulltrúi allra Íslendinga. Og þegar við erum að tala um þrönga umræðu fjölmiðla, hugsanlega, að fjölmiðlar eins og ég hef gagnrýnt og stend við þá gagnrýni að fjölmiðlar í vestrænum samfélögum og þar af leiðandi heim allan eru undirsettir ákveðnum lögmálum sem erfitt að rífa þá úr. Og þá ég að tala um sjálfstæði öflugrar pólitískrar umræðu. Og þetta ekki bara mitt áhyggjuefni, þetta orðið vaxandi áhyggjuefni. Og framkvæmdastjóri Evrópuráðsins, hann sté fram daginn og hann talaði það að fjármálaöflin, að þau væru stöðugt að ná sterkari ítökum í lýðræðinu í gegnum fjölmiðla. Já, nú talar almennt, en getur nefnt dæmi? Fjölmiðla sem svona. Já, bara þannig að fólk skilji. Mér langar ekkert sérstaklega að nefna eitthvað ákveðið dæmi með vísan í einhver ákveðna fjölmiðla, en það bara staðreynd að þeir eru víðast hvar háðir eignarhaldi, fjársterkra aðila, hagsmuna aðila sem nota þá í ákveðnum tilgangi. Vegna þess að fjölmiðla rekstur út af fyrir sig ekki lífvænlegur til árangur sem slíkur. Hann að þeir sem ráða skoðanamótun í samfélaginu, þau ráða samfélaginu. Og þess vegna svo mikilvægt að berjast fyrir frelsi fjölmiðla. Já, þú talaðir